ætlum við aðeins að kíkja aftur yfir svona hugtök tengdum vefþjónustum og svona þessi smá svona ruslakista, sett þarna saman undir eitthvað svona hluti sem eitthvað sem við lendum oft í að sjá og vinna með og gera svona þegar við erum að brasa með bæði bara vefforrit almennt og vefþjónustur. En fyrst aðeins ID, af því það koma svona, ég fengi nokkrar spurningar, þannig bara fínt að fara yfir þetta. ID, eins og við erum að nota þau svona í gagnagrunnum, þá erum við að nota þau til þess að vera einstök. Við erum að fá bara eitthvað algjörlega unique item í okkar konteksti sem einhver gagnagrunnur eða einhver tabla nánum tiltekið. Þannig við vitum bara eitthvað að þetta í raun færslan og þetta getur bara átt við nákvæmlega þá færslu. Og við látum í raun gagnagrunninn sjá það fyrir okkur með því að segja bara, þetta bara eitthvað ID serial primary key, þannig að gagnagrunninn bara hækkar þetta tölulega gildi sem fer þá frá einum og upp úr. Og ef við förum þá að eyða einhverjum færslum, þá mjög eðlilegt að það myndist eitthvað svona gött og við þurfum ekki að pæla í því að færslan okkar sé með nákvæmlega ID 1, eins og ég dæminni hjá mér, eða þá, það getur verið ID 30 eða 50 eða 100, það skiptir ekki máli, bara svo lengi sem það er unique. Þannig að þið eru ekki að hafa neinar áhyggjur á því. Og svo hefur við jafnvel, svo eru gagnagrunnir sem ekki einu svona að vinna með tölulega ID, heldur með einhverja strengi, svona UUIDs, sem eru þá svona einhver hex strengi sem eru 30 stafa langir og eru svona mjög flóknir og þau getur lent í því að sjá svoleiðis. Það mjög margar færslur mjög margar þjónustur sem nota þannig í staðinn. Af því að þegar maður er komið með margar færslur, þá náttúrulega lendir maður í því að integer gildin geta bara verið upp í ákveðið mikla stærð og þá getur maður að fara að nota eitthvað svona big int eða eitthvað svoleiðis. Það fyrir líka bara upp í ákveðið stóra stærð og ef þú ert að vinna með mjög mikið af gögnum, þá getur og hafa margir sprengt þau limit. Og annað sem að Benedikt bentu mér á að ESLint, ég set með í öllum þessu verkefnum ESLint skrár og þær hjálpa okkur með tvennt, að samræma stíl og ýta undir best practices, þannig þegar ég lendi því að sjá eitthvað svona eins og prefer object destructuring í staðan fyrir að vera að segja eitthvað foo.name, foo.title eða eitthvað slags og notaði frekar fattaró function definition í staðan fyrir function þegar ég nota svona lambda föll eða svona föll sem eru að senda á milli. Já, og það er svona eitt sem maður gerir og hitt sem maður gerir bara að koma í veg fyrir að við gerum klaufavillur. Af því að það er náttúrulega mjög auðvelt að gera klaufavillur þegar við höfum með compiler sem skammar okkur hvert skipti sem við skýrum eitthvað vitlaust eða vísum í eitthvað vitlaust. Og það hafa svona verið dæmi þar sem hafa bara verið, ef að linturinn var keyrður, þá hafði augljóslega allt gengið betur af því að það var bara fyrsta línan var bara eitthvað, þú ert að nota eitthvað sem að, Þannig að ég endilega hvet ykkur til þess að nota það og keyra og nota þetta og æskilegast náttúrulega að hafa þetta bara uppsett í textareitlinum. Þannig að þið ættu í raun bara að fá þetta eins og compilerinn eða EDA eða eitthvað, ef þið hafa verið að vinna í Eclipse eða eitthvað slags. Þannig að við fáum bara svona rauða línur undir, bara eitthvað, hey, þú ert að gera eitthvað vitlaust hér. Og þá þetta í raun ekki að koma sem eitthvað svona bunki af villum sem við erum að laga í endan. Þetta eitthvað sem á að vera bara continuously í gangi meðan við erum að vinna verkefnum okkar. Ok, en þá að svona vef og HTTP tengdum hlutum. Eitt sem við kíktum ekki á þegar við fórum með HTTP voru efnissamningaviðræður eða content negotiation. Það í raun hugtak sem snýr að því að þegar einhver client hefur samskipti við einhvern server, þá getur clientin sagt, hæ, ég er client, ég kann að tala þetta, ég kann að túlka þetta og ég myndi helst vilja fá svona, ef það er ekki til þá myndi ég frekar vilja þetta en hitt og þá getur serverinn sagt, kæri client, velkomin, ég á þetta efni svona og ég læti fá það þannig að þú vilt það, þannig að þá verða eitthvað svona samningaviðræður þannig og þetta getur með sem verið það að ég sem client segi, ég vil helst fá efnið á þýsku en ég tala líka ensku og þú veist, ég vil þýsku með 1 og ensku með 0,5 en ég kann ekkert annað. Þannig að þá verðum við, ef við eigum efnið okkur á þýsku, þá myndum við senda á þýsku, annars myndum við senda á ensku. Sama síðan með accept almennt, sem þá í raun bara hvaða content típu við viljum fá. Þannig að þá bara browser myndi til mig segja, ég vil helst frá HTML, það er það sem við notum til að smíða vefinn. En ég kann líka texta og ég kann líka GIF-myndir og ég kann JPEG-myndir og ég kann bara síðan, ef þú átt ekki þannig, þá tek ég við öllum myndum, stjarna hérna og ég reyna að gera mitt besta til að birta þær
og svo í lokin þá tek ég við öllu. Þú getur sendt mér allt og ég reyna að birta það á einhvern sein hátt, nema það ekki víst að ég muni vita nákvæmlega hvernig það er. Þannig að við fáum einhvern binary skrá sem að við vitum ekki hvað er, þá bara fáum við einhverja binary runu að skjáin hjá okkur. Þetta oft bara eitthvað svona puttan upp í loftið ég myndi helst vilja og þetta ekki, við erum ekki mjög ofta að díla við þessar tölur, en þetta ef við varum að skrifa vef sem ætti að virka í mörgum tungumálum, þá hafið þið kannski lent í því að þið farið með tölvuleikar til Danmerkur og allt í einu fáið Google viðmótið allt upp á dönsku. Þá ekki verið að nota þetta, þar sem þið eru kannski með sagt, ég vil nota ensku, heldur verið að segja, hei, IB-talaðin greinilega í Danmerkur. Þú hlýtur að vilja fá allt á dönsku þá, af því að þú ert á þeim stað, þó að það sé mjög óháð því hvað við tölum og skiljum, hvar við erum staðsett í heiminum. Þannig að þetta er svona rétta leiðin, en það eru aðra leiðir sem maður er hægt að fara. Og við getum nota þetta þegar við förum að útgáfustýra API, en það eru almennt séð svona 2 leiðir til að gera það. Og af hverju, kannski fyrst, af hverju erum við að útgáfustýra API-unum okkar? En þeim leiðum við erum búin að gefa út einhvern hugbúnað, hvort sem það er eitthvað API sem einhver er að nota, eða einhvern pakka á NPM, eða bara eitthvað forrit innan fyrirtæki sem við erum að vinna hjá, sem að aðrir byrja að nota, þá erum við komið með einhver notendur og við þurfum að hugsa þessar notendur. Og þó að við föttum það að við gerum einhverja villu eða okkur finnst fyrsta útgáfan af því hvernig fallið okkar heitir eða hvað viðföngin í hvað röðu eru eða hvað okkur finnst það kannski vera ekki nógu gott svona eftir að við erum búin að smíða allt forritið, af því að smíða forritið því við lærum hvernig forritið virkar og þá verðum við mjög vitur eftir á og viljum náttúrulega gera allt betur, en ef við værum búin að gefa það út og kæmum síðan inn og næsta útgáfa bara eitthvað, já, komin 1.0 útgáfan, byrja bara mánudegi á því að endurskýra og samræma öll nöfn og öllum föllum, gefum svo út 1.1 og þá brotnar það öllum sem eru í millitíðinni búin að byrja að nota forritið okkar, af því að allt í einu heitir þetta ekki lengur get product title, heldur bara get product sem átt síðan að vísa í title á og þá í raun brjótum við einhvern samning hérna á milli og við viljum þá í raun útgáfustýra, þannig að við styðjum einhvern veginn bæði gömlu útgáfuna og nýju útgáfuna sem við vorum að gefa út. Og þetta er oft með upp, af því að oft þegar við erum að vinna upp, þá eitthvað svona upp sem við gefum út í App Store eða Google Play, þá erum við með einhvern bakenda sem sér yfirleitt að geyma notendur okkar, af því að við viljum ekki að það að ég setja eitthvað upp á símanum mínum og svo setja ég upp á einhverjum öðrum síma, þá get ég ekki komist í gögnum mín. Þannig að við þurfum að hafa eitthvað API sem séum að geyma gögnin miðlægt, ekki bara á tækjunum sjálfum. Og þá gefum við út einhvern API og við skrifum síðan React Native forritið okkar eða Android forritið okkar eða iOS forritið okkar á móti þessum API og notum það og gerum eitthvað. En svo komumst við að því að við viljum bara algjörlega breyta appinu okkar og þá þurfum við að breyta API-in á bakvið líka. En þá náttúrulega er ekkert gefið að fólk fari að uppfæra forritið sín og það maður getur lent í því að bara þurfa að taka þá ákvörðun bara brjóta fyrir alla þá gömlu notendur sem ekki búin að uppfæra eða þá að hafa eitthvað svona dead man switch í appinu, þannig að það sé hægt að senda eitthvað bara, þú ert að nota gamla útgáfu af þessu forriti, þú verður að uppfæra það, af því þá er í rauninni eitthvað búið að breytast á servernum sem við getum ekki, sem appið okkar gamla útgáfan, það bara er ekki vannilegt að vera að láta það virka bæði. Þannig hefur örugglega lent í þessu, opnið eitthvað, Snapchat gerir þetta alltaf, opnið það bara eitthvað, nei, þú verður alltaf í appinu, af því að þá er í rauninni bara búið að breyta algjörlega hvernig gögnin eru að koma frá servernum. Þannig að það er ástæðan fyrir að við viljum og þurfum þegar við erum í svona kannski stærri verkefnum að útgáfustýra og þá getum við útgáfustýrt með accept headerum. Þá getum við sagt það að content típan sem serverinn gefur frá sér segir til hvaða útgáfu af API-inu gögnin okkar er að koma frá og accept headerinn, já, segir það til mig, já, segir til hvað við viljum. Þannig að content típan er hvaða útgáfu og accept headerinn er í raun nákvæmlega hvaða útgáfu við viljum. En við gefum út eitthvað útgáfu 1.0 og þá segjum við það að svarið okkar sé svona. Það er þetta er útgáfan hérna. Við erum með eitthvað forrit og það er foo resourceið og það er á JSON formi og það er version 1. Þannig að það er í raun eitthvað sem við sendum frá okkur. Og við sem einhver sem forritar á móti sem API, við sjáum þetta, lesum þetta documentationu að þetta er útgáfan. Þannig að við segjum við segjum accept headerinn
frá mínum client sem biður þennan API, hann setur þetta í accept, ég vil fá þessa útgáfu. Og þá hérna WAF-NG stendur fyrir vendor, þannig að þetta skilgreint í HTTP einhvers staðar, að við getum búið til okkar eigin svona hérna content-týpur, þannig að sjáum við að þetta JSON content-týpan plus bara semikoma og svo okkar strengur hérna sem byrjar á WAF-NG. Og þá kemur einhver önnur útgáfa 2 sem breytir því hvernig gögnin eru eða hvernig svarið eða hvernig við tökum við upplýsingunum í vefþjónustukallinu kemur inn og þá getum við sagt að það hérna útgáfa 2. Þannig að þá höfum við einhverja leið til þess að vita það að ég sem forrita á móti útgáfu 1, ég sendi alltaf WAF1 á serverinn og þá get ég á einhverjum tímapunkti bara svissað sem server. Bara, já, þú ert að biðja WAF1, þá færð þú hérna, þá er ég einhvern veginn með leið til að ráta þér yfir á gamla API-in, annars færðu nýja fína API-in sem miklu skemmtilegri. Þannig að þá getur klientin beðið hvaða útgáfu sem með segja bara stjarna, þá fær hann tilbaka nýjustu útgáfuna, eða þá við getum beðið nákvæmlega útgáfu 1 og þá fáum við tilbaka þá útgáfu. Þannig að þetta svona innan gæsalappa svona rétta leiðin í HTTP til þess að eiga í svona versioning samræðum. En önnur, já, og í Express, þess að þetta svona praktíst, þá getum við gert þetta með res format, en ég held að þetta væri svona einfaldara en svo var þetta aðeins meira málin, þannig að þá getum við res format tekur við í hlut sem skilgreinir content-týpur, þannig að þá getum við sagt hérna fyrir text plain, þá skilum við hérna, og þá getum við sett inn í staðin fyrir application JSON, sett inn nákvæmlega bara útgáfuna mína og skila þá einhverju ákveðnu til notandans. Þannig að þá getum við sagt hérna JSON, skila JSON version 1 ef það beðið version 1 en version 2 annars og svo ef það eitthvað annað, eitthvað default skilið bara eitthvað unsupported media type. Það sem svolítið flókið við þetta í Express í sérilagi að það erfitt síðan að vera með einhvern router sem við programmatically vísum áfram innan úr middleware. Það ekki jafn auðvelt og ég held að veri. Þannig að þetta svolítið svona bras og það til einhverju pakkar sem að hjálpa okkur við að gera svona. En önnur leið til þess að útgáfustýra og það sem maður sér kannski oftar það að nota urið til þess að tilgreina bara nákvæmlega í því hvaða útgáfu við erum að nota. Og þá setjum við bara útgáfunúmerið í slóðinir okkar, þá segjum við bara WAF1 fú og svo uppfærum við og þá þetta WAF2. Og þannig að þá vitum við bara, ég kalla alltaf í /WAF1 /eitthvað sem hérna products eða nodes eða whatever, fæ tilbaka allt það og ég veit nákvæmlega hvernig það og ef það uppfært þá það gert bara með öðru öri. Og þá það mjög einfalt í Express, þá getum við bara sagt við búum bara til eitthvað WAF1 útgáfu og vísum bara rátirnum fyrir WAF1 hérna API-ið okkar inn í það og fyrir WAF2 gerum við bara eitthvað WAF2 útgáfuna. Þannig að ef við skoðum hvernig þetta fer fram hérna aðeins að loka Af hverju hún ekki notuð? Einfalda leiðin. Hún oftast notuð. Það hitt svona innan gæsalappa rétta leiðin, svona eftir spekknum, eftir svona þú gerir þetta kórrétt. Hitt svona praktíska leiðin sem bara eitthvað svona, ég vil bara útgáfustýra og ég nenni ekki að vera standið í að eyða 2 dögum til að geta 1 klukkutíma í að koma því fyrir. Já, letika leiðin eða svona praktíska leiðina, þegar ef það eitthvað sem ég hef lært við það að forrita það að lati forritarinn yfirleitt besti forritarinn. Hann ekkert eitthvað að fara í eitthvað vesen og gera eitthvað svona, hann bara svona, hann delegatar og... Það ekki óþjált að hafa version í urlið sjálf? Jú, það yfirleitt það sem við talaðum, sko. Af hverju verið að tróða inn einhverju metadata inn í urlið þegar það í raun eitthvað sem við höfum aðra leiðir til að gera. En svo bara reynir í praxíst að gera þetta, þá þetta oft bara svona, við bara, þetta einfaldara, þetta skiljanlegra og já. Þannig að þá getum við verið hérna með í header, þannig að við gerum node version header, opnum Postman
Það kemur hérna einhvern tímapunkti. Og spurning hvort ég hef verið með hérna. Jú, hvað sjáum við hér? Þannig þá sendi ég núna accept header með hérna version 1. Fæ tilbaka version 1. Og svo segi ég version 2. Þá fæ ég version 2. Og þá það svissað hér. Þannig þá erum við með þessa staði til þess að keyra ákveða hvern kóða við ætlum að fara að keyra. Og ef við síðan segjum eitthvað óþekkt, þá fáum við bara unsupported media type. Og hin leiðin þá þá að vera með hérna einhverja útgáfu 1 sem þá með eitthvað gögnin á einhverju ákveðnu formi. Útgáfu 2, byrjum útgáfu 1, þá heitir þetta heading og við erum bara með eitt fall. Útgáfu 2, þá breyttum við heading yfir title og við byggum til nýjan endapunkt hérna sem að gera eitthvað nýtt. Þannig að þá getum við bara sagt VAF1, fáum þau gögn og VAF2 fáum eitthvað sem í sömu gögnin, það bara búið að breyta því hvað breyturnar heita eða eitthvað svoleiðis. Sem oft svona núansar sem við erum að laga, en við verðum að passa það, leiður erum búin að gefa eitthvað út sem einhver annar nota, þá hægara sagt en gert að þið munið gera eitthvað mjög pirraðan ef að þið brjótið það sér bara því að þið föttuðu ekki eitthvað. Nei, ég ætla bara að laga eitt. Það svo uppfarið hérna, bara eitthvað. Ég búin að eða allir deginu mér að láta það virka, en ok, ég skal gera þetta. Þannig að þá svona að hugsa bara útgáfustýringu í byrjun oft svona, það miklu ódýrara en að fara að gera það eftir á. En annað sem við ætlum síðan að æfa okkur sérstaklega í hérna hópverkunum svona paging. Þá þetta þegar við erum að vinna með mikið af gögnum og við erum eitthvað API sem skilar þessum gögnum, þá getum við ekki skilað öllum gögnunum í einu af því að hvað eigum við að geyma það. Og við þurfum þá einhvern veginn skilgreina eitthvað viðmót í API-inu okkar til þess að segja til ég vil fá þessi gögn og síðan vil ég fá þessi gögn. Og við þurfum að geta sagt, hér þessi gögn og ef þú vilt meira þá þarftu að biðja þetta til þess að fá þessi gögn. Og þá það með svona síðum eða paging. Þær oftast þannig að útfærslan notar eitthvað limit sem segir bara hversu margar færslur ætlum við að skila per síðu og síðan eitthvað offset sem þá hversu langt inn í gögnin ætlum við að fara. Þannig að ég vil offsetta 10 og fá 10. Þannig að þá fáum við færslur 11 til 20. Og þetta ofta þetta einfalda líka niður í bara einhverja page. Þannig að þá það bara eitthvað tala. Það segir bara ég vil fá page 1. Þá vitum við bara internally í okkar forriti að síðan 10 færslur. Þá byrjum við page 1. Þá það færsla 1 til 10 og page 4 var færslu 31 til 40. Og þetta virkar svona alveg ágætlega fyrir færslu sem ekkert að breytast neitt það mikið, en síðan getum við, og við ætlum ekki að fara neitt í það, en það getur náttúrulega verið að við séum eitthvað API sem að tekur við rosalega mikið af gögnum og við erum síðan einhvern veginn að taka við þessum gögnum og processa þau einhvern veginn og ég þarf að fá hérna, ég ætla að fá hérna þessar færslur og svo bara í millitíðinni, á milli þess að ég fæ 1 til 10 og svo 11 til 20, þá eru komnar 2 nýjar færslur og þá vitum við ekki hvar fara þær, hvernig fæ ég þær á þess að byrja bara upp á nýtt. Þannig að þá oft notaður einhver svona tímastimpill, þannig að þá segir gefðu mér allar færslur frá og með þessum tímastimpli, þá vitum við nákvæmlega í tíma hvaða færslur eru búin að koma, eða þá að það sé gefur einhver svona cursor. Þannig að þá sagt, hér eitthvað ID sem þú gafst mér, ég var að sækja frá þessu og ég vil fá næstu niðurstöður. Og þá veit serverinn að þetta hérna, vísar í þetta hér og þá get ég látið að fá næstu færslur og það bætust til færslur þannig ég setar inn í þetta eitthvað svona. Þannig að það eru svona flóknari útfærslur á þessu öllu saman. Og það eru síðan aftur eins og með útgáfurnar. Það eru 2 leiðir til þess að sem eru svona mikið notaðar í þessu og við getum skilað sett upplýsingunum í svarinu sjálfu eða í headernum. Og það er RFC sem að skilgreinir weblinking. Það er bara svona almennt bara hvernig við linkum hluti á webnum og það er bara svo link-rel elementi sem við höfum notað. Og það skilgreinir það header sem heitir link sem tekur inn svona innan gogga, síðu, semikomu
nota rel attribútið eins og á link rel sem segir hvernig relationið við núverandi efni, hvernig það sem að þú sækir síðan á þessari slóð. Þannig að við notum náttúrulega link rel mest til að sækja style sheets. Þá segjum við link rel style sheet href styles.css. Þá það ég HTML síða, hér tenging í aðra síðu sem style sheetið mitt á þessari slóð sem style CSS. Þá þetta sama hérna, ég eitthvað resource, ég eitthvað svar af vörum. Þetta ekki allar vörurnar, en til þess að fá í raun næstu síðu af vörum, þá þarfst þú að fara hérna á þetta, þá ferðu þau á þessari hérna slóð, en ef þú vilt fá fyrri síðu, þá ferðu á þessa hérna slóð. Og þannig í raun tengjum við þetta relation á resource-inu sem við erum að skila við resource-ið án þess í raun að tróða því inn í hann. Þannig að þetta svona, hvar eiga lýsigögnin að vera? Eða það vera í gögnunum sjálfum eða eiga það að vera í headerunum sem að koma á milli. Og síðan getur verið aftur einfaldaða lataleiðin sem svona, að setja þetta inn í svarið. Þannig að þú býrð í raun til eitthvað svona, þú skilar ekki beint gögnunum sem þú ert að fá, heldur skilar einhverjum svona meta-object sem inniheldur bæði metadata gögnin og gögnin sjálf. Þannig að þá getum við í raun fært þessi gögn hérna og nota þarna HAL sem var Hypertext Application Language sem svona í stöðlun. Það sem í raun svona underscore link sem skilgreinir svona einhverja linka sem eiga við, sem eru þá eins og þessi hér. Og þá, alveg eins og þetta dæmi þá getum við sagt, hér resource-in sjálfur, það einhver object, sá object á hérna svona metadata key sem links, og þá segir hann self, sem þú ert núna að skoða þetta resource, það hérna page 2. Fyrir fyrri síðu, þá það á þessu hérna slóð sem page 1 og næsta síða page 3. Þetta svona stöðluð leið, en síðan getum við líka svona bara búið til okkar eigin, eins og var í forskriftinu fyrir hópaverkefni, að setja bara inn next og previous í þessar síður sem við erum að skila. Og dæmi þetta hérna bara til dæmis á GitHub API-num. Þannig þá getum við hérna á, þá segir hérna einmitt, hérna GitHub að nota í raun þetta. Við vitum ekki hvað þú ert að biðja í þessu hér. Og þá hérna vísað á documentation URL. Þá bara sagt hérna, þú ert í einhverju vandræðum. Þá þetta mitt svona að ekki bara láta okkur vita við séum í vandræðum, heldur líka svona benda okkur á hvert við getum farið til að komast út úr vandræðum. Þannig þetta svona gott API design. Þannig við fjarlægjum þetta og sendum hérna eitthvað og finnum eitthvað sem með mikið af efni events og skoðum hérna headerana. Þá sjáum við alveg 25 headerar sem eru í þessu hérna. Og við skoðum eitthvað hvort það sé eitthvað. Þá sjáum við hérna, hér GitHub að nota link headerinn til þess að gefa til kynna hvar í raun næsta síða og í raun segja hvað næsta síða og hvað seinasta síðan. Þannig að þá vitum við í raun hvað eru margar síður. Þá getum við til dæmis, ef við varum að búa til UI ofan á GitHub API-in, þá getum við búið til svona paging sem myndi segja svona, hey, íttu hér til að fara á næstu síðu og íttu hér á takka til að fara á seinustu síðuna. Af því að við fáum upplýsingar það hvað seinasta síða. Og svo spurning hérna, hver content típan á þessu? Já, það bara application JSON. Þannig að þau eru ekki að nota þarna headera og ég man ekki fljótu bræði neitt API sem að nota þá fyrir útgáfustýringu. En hérna sem sagt mikið dæmi þetta. Og svo náttúrulega bara magnið af headerum sem eru að koma. Þannig hérna til dæmis einhverju svona X headerar sem eru þá specific við GitHub. Það sem við verðum að segja eitthvað svona, hey, rate limit. Þannig að við megum, ég á 57 fyrirspurnir eftir áður en að GitHub fyrir að limita mig. Þannig að ef ég núna bý til hérna 58 request, þá fæ ég líklega tilbaka einhverja villu frá GitHub hey, þú fórst yfir limitið. Við viljum ekki að þú abusir API okkar með því að gera of mikið að köllum. Þannig að þá myndi ég fá einhverja villu, 400 villu eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það alveg mikið af upplýsingum oft í headerunum og þá þegar við erum að nota svona einhverja vefþjónustur eða svona bara skoða vefi og eitthvað svona, eitthvað að fara að vinna með þeim eða eitthvað, þá þetta oft
geta verið einhverjar upplýsingar sem eru relevant í headerunum. En já, og svo hoppaði ég ekki yfir af því að ég ætlaði bara að taka í dæmum hérna. Svona praktískt hvernig við getum þá búið til svona paging með Express. Þannig hérna er dæmi sem að kemur með einhverju mock data urlu, SQL skriftu sem við fengið frá einhverju þjónustu, mockdata.com eða eitthvað sem við getum bara búið til hérna, mockaroo.com sem við getum bara eitthvað, gefðu mér 1000 fæslur með hérna first name, last name og catchphrase. Þannig að hérna er einhver listi af fólki sem er með mjög dubious catchphrases eins og Organized Clear Thinking Paradigm, Integrated Zero Administration Alliance. Ég veit ekki hvort að ég vildi vera að vinna þessa fólks, en þetta er bara gerfi fólk, þannig að það er ekki að fara að verða eitthvað sorry. Þannig að þá getum við farið hérna og við stekkum aðeins þannig að við sjáum hvað er að gera. Þannig ég ætla bara að keyra inn þessi gögn, við höfum þetta hérna opið. Þannig að hérna eru bara smá leiðbeiningar ef þið viljið fylgja með. Þannig að ég ætla að búa til hérna create, ég ætla að gera fyrst bara drop db mock að því ég er búin að búa til. Create db, þannig að þetta eru aftur svona hjálparskriftir sem koma með PSQL. Ok, þannig að nú er ég búin að búa til mock gagnagrunninn og núna er ég raun með eitthvað skrá, þannig að þetta mock data SQL. Þá get ég keyrt bara í einu hérna PSQL -d sem segir þá database mock a sem ég man ekki hvað en það er eitthvað sem maður þarf og f sem er þá file sem þýðir taktu inn þessa skrá sem ég vísa í hér og keyrðu hana inn í gagnagrunnin mock. Þannig að keyri ég þetta og þá er keyrðun hérna, bjóð til töfluna, ef við skoðum hvernig þetta var, bjóð til þessa töflu hérna með mock data og insertaði síðan öllum þessum gögnum. Og þetta kom hérna, þannig að ég get bara farið hérna og sagt bara eitthvað, geði mér 1000 raðir, CSV, JSON, hérna bara SQL og bara download, eða preview, þá fæ ég bara eitthvað hérna, valið. Þetta getur oft verið afskaplega næs þegar maður er að búa til svona verkefni, þannig að koma aðeins betur inn á það eftir. En ok, þannig að núna er komið gagnagrunn af 1000 gerfi manneskjum og ég ætla að búa til app sem að býr til vefþjónustu ofan á þetta. Þannig að ég ætla að vera með bara þetta staðlaða hérna Express og síðan ætla ég að vera með bara eitt rát sem er bara slash sem gefur mér þá bara eina síðu af þessum manneskjum. Og það sem ég ætla að gera er í raun að leyfa í urlinu að koma inn þetta offset og limit. Þannig að ég tek það hérna úr query, þá fæ ég offset og limit og ef það er ekki skilgreint þá er offsetið 0 og limitið 10. Þannig að þá ætlum við bara að fá fyrstu síðu 10 eintök. Ég ætla bara að passa upp á að þetta sé að koma hérna frá notandanum, að þetta sé tala og síðan ætla ég að keyra hérna eitthvað hjálpafall sem heitir select, það er asynchronous, þannig að við bíðum eftir því og þá förum við hér inn, það tekur líka hérna við offset og limit, það býr til nýjan PSQL client, það tengist við hann og það selectar hérna frá mock data og þegar við förum að nota svona offset og limit þá viljum við í raun raða gögnunum okkar, að þegar við erum að ekki að raða þeim, þá er í raun það er ekki loforð frá gagnagrunnum að queryið muni skila í raun sömu gögnunum fyrir 2 query. Það mun oft gerast, en það getur gerst því það er ekki hérna, það fer bara eftir hvernig einhver internal röðun er. Þannig við ætlum að raða þessu eftir last name og síðan eru hérna offset og limit sem er bara stutt í Postgres. Þannig að þá tökum við inn offsetið okkar sem er þá 0 og setjum það hérna inn í parametrized query og limitið, það fyrir hérna inn í líka og þá framkvæmum við þetta hérna. Þannig að þetta munir skila okkur 10 fæslum frá með fyrstu fæslunni í byrjun og svo ætlum við að búa til svona eitthvað result hérna sem segir þá bara links er hérna sem er þá bara að segja til hvað við erum. Þú ert að fá núna frá 0 upp í 10 fyrir fyrsta kallið og hér eru iteminn sem eru þá bara raðirna sem var skilað úr þessu og svo ætlum við að bæta við hérna linkum sem segja ef við erum komin lengra en á fyrstu blaðsíðu þá ætlum við að segja fyrrverandi blaðsíðan er hérna offset minus limit og limit er limit og ef við erum
komin, sem sagt, ef að við erum með, svo lengi sem að við erum með jafn margar eða færri niðurstöður, já, þannig ef við erum með, nei, þetta er eitthvað vitlaust. Þetta er allavega hugmyndin hérna, svo lengi sem við erum með, að minnsta kosti þá 10 niðurstöður, þá gerum við ráð fyrir því að það séu fleiri niðurstöður. Ef við erum með færri, þá myndum við ekki segja að það væri næsta síða, þegar þá voru líka komin út á enda. Og þá setjum við hérna, sem sagt, offsetið, plus limit og limit. En hann alltaf, þetta er mjög svona naív útfærsla, af því að ef ég bara setja inn hérna limit -1 og offset 1, hvað fæ ég þá? Þannig að það þurfti að vera í raun einhver svona meiri validation á því að við sem að fá eitthvað sein, og þess vegna er líka oft svona að nota þetta page, af því að þá í raun, þá er bara page er bara frá 1 og upp í n, og ef að það er ekki, þá gerum við ekkert við það. Þannig að exposa limitið er ekkert eitthvað sérstaklega sniðugt. Ok, þannig að app, loka ég Postman, sem ég ætla ekki að gera, og hérna er localhost, þegar þá sendi ég hérna bara get og pretty þetta, þannig að þá get ég ekki stækkað þetta, lélegt UI. Þannig að þá fáum við hérna, að þegar við erum á fyrstu síðunni, þá segjum við erum á fyrstu síðunni með offset 0, limit 10. Offset 10, limit 10 er þá næsta síðan. Þá sjáum við hérna að við fáum Jory Abbott, re-engineered clear thinking process improvement, intuitive secondary capacity. Og þarna erum við komið með einhverjar mannskjur, svo byrjum við næstu. Þá fáum við, ég ít á self, og fáum við næstu hérna, þá er það einhver Burke Aldous. Svo getum við prófað okkur áfram, við getum offsetta hérna 100, þá erum við komin einhverstað inn í miðuna, hérna í B-ið, svo offsettum við 1000, þá erum við komin út fyrir í raun og við erum ekki að díla við það. Ef við 990, þá fáum við seinustu síðuna, þá erum við komin í Upsilonið, þannig að svona getum við í raun þá búið til, þannig að við getum stigið í gegnum öll gögnin. Og síðan annað tengt þessu er þá í raun, ef við erum með svona mikið af færslum og við viljum fá einhverja ákveðnar færslur, hvernig við að nálgast það við viljum ekki fara stíði gegnum 1000 færslur til þess að komast að færslunum sem við viljum, og þá getum við útfært einhverja leið. Og þá er það oftast þegar við erum komið með eitthvað meira en 10 færslur, að við þurfum að fara að geta leitað í þeim. Og það eru nokkra leiðir mögulegar. Fyrsta leiðin er bara svona table scan leiðin, og það er, við erum með möguleika að nota svona like lykilorð þegar við erum að segja select eitthvað from where, og þá getum við sett like, og þá er ekki geðum mér ekki nákvæman gildið, það geðum mér eitthvað sem maður líkist í. Og þá setjum við eins og einhver leitaskilyrði og notum prosentu til þess að gera svona wildcard sem er svo stjarna í regexp, og þá getur það verið hérna, leitaðu svona með því að findu eitthvað þar sem að description inniheldur hérna hlutstrengin foo, þá er það foo, food, fool og svo framvegis. Þannig að það myndir finna eitthvað, en þetta er svona algjörlega næf laust sem virkar, en er afskaplega slæma því að til þess að finna hana, þá þarf að fara í gegnum alla dálkana, það þarf að skoða hvern einasta dálk og athuga, hey, inniheldur þú eitthvað sem inniheldur þetta hérna? Nei, hérna, nei. Þannig að ef við erum með 10 milljón færslur, þá mun þetta taka margar sekundur og þannig er enginn að bíða til því. Og þá komum við inn í þetta þegar við erum að hanna eitthvað svona kerfi og við erum hérna, djöðlega er þetta næs algoritmi sem ég er búin að gera. Vá, hann er geðað hraður og þá er testsettið okkar, þú veist, það er 10 eintök. Wow. Og það er allt hratt fyrir lítið enn. Þannig að algoritmin okkar sem við getum verið að útfæra er ógeðslega hraður þegar við erum með 10 eintök og einhver annar algoritmi sem einhver annar stingur upp á. Nei, prófaði hérna TRS-80 algoritman. Nei, hann er geðað lélegur þegar ég er testsettið mitt. En síðan förum við upp í, hækkum við 1 order of magnitude, og hann er ennþá hægari, 2, 3, 4, ennþá hægari, förum upp í 6 order of magnitude meira en hérna 10 endingin okkar, og þá tekur hann klukkutíma, og meðan okkar tekur öld að klára. Þannig að þetta er rosalega að prófa bara með
þú veist, 10, 20, 30 þegar expected load eru 1.000.000 gefur rosalega misvísandi vísbendingar hversu effektiv dótið okkar og þess vegna getum við oft lent í því að við eitthvað, já, ég er búin að setja vefið inn, svo setur við bara inn content og við prófum með 3 síðum og þetta vefur sem á að vera með 100 síður og ég vil bara við 10. síðu, þá fyrir allt að vera mjög hægt af því að þá eitthvað n sinnum n fyrir 3 það 3 og 3, 9, ok, fyrir 10 þá það 100 og þú veist, þannig að þá fer of n eða þú veist, big O notationið á því sem við erum að gera fyrir að skipta miklu máli. Þannig að þá table scan, það skalast ekki neitt. Þannig að þá getum við farið að nota svona eins og index. Og þá segjum við eitthvað, hér eru einhverjir dálkar sem við veljum og við viljum að þú gagnagrunns program, þú takir þá og setur það í index hjá þér og ég mun vera að leita í þeim. Þannig að þá getur það verið bara út frá því hvernig gagnagrunnurinn sem við erum að nota virkar, hvernig það einhvern veginn managað og sett inn. Og þá það yfirlega geymt í minni. Og svo getum við verið svona full text index, þannig að við erum með eitthvað, við erum að leita í bókum með eitthvað. Þá þurfum við að taka náttúrulega bara rosalega stórt efni, mikið að texta og setja einhvern veginn inn og geta leitað í honum. Og þá það svona full text index. Og þetta getur þá þurft eitthvað svona sérstaka uppsetningu í gagnagrunni. Og þá þetta oft þannig að við búum til eitthvað query, svo prófum við á 10 röðum, prófum við á 20.000 röðum og svo bara eitthvað, getum við farið í svona, fylgja oft svona query explainer. Þú segir, já, þú ert með eitthvað query og þú ert að selecta þetta og joina við þetta og það tekur rosalega langan tíma þannig að þetta að búa til þennan index og þetta svona eitthvað sem skoðað í gagnasafnsfræði og oft svona eitthvað, ég hef verið í verkefni þar sem þetta var bara eitthvað svona vikuvinna við að búa til betri query af því að allt í einu vorum við ekki lengur að díla við það að við vorum með 100 vörur í vörugagnagrunum okkar, heldur vorum við með 100.000 vörur og það brotnaði allt spektakularly og sérstaklega leit af því að hún var bara eitthvað svona leita í öllum eigendum allra vara, það var bara virkaði rosa vel fyrir 1000 vörur en ekki fyrir meira. Og svo seinasta leiðin sem svona yfirleitt það sem við notum í dag bara að segja, við erum bara með gögnin okkar hér, þar eru bara gögnin okkar geymt og síðan ætlum við bara að delegata því að vera að leita þessu gögnum út í einhverja aðra þjónustu. Þá erum við að nota svona þessa 12-factor app pælingu. Það bara einhver resource sem að sér að leita í dótin okkar. Og þá það bara einhvern veginn við tengjum einhvern veginn saman þessa leita þjónustu við gagnagrunnin okkar eða þá við keyrum einhvern veginn í forritunum okkar þannig að þegar við búum til nýja færslu þá sendum við þau gögn sem við viljum geta leitað í leitaþjónustuna látið að fá ID-ið eða við höfum einhverjum triggerum í gagnagrunninum eða við keyrum einhverja reglulega keyslur en endanum allavega þannig að við erum með einhverja þjónustu sem bara sérhæfð í því að leita og það getur þá verið að hún með einhverja svona setningarfræði þannig að við leita að test, þá fæ ég testing og tested og tester og alls konar svona og jafnvel einhverjum skilja íslensku í gegnum þá íslensku vinnu sem búið að vera að gera þannig að þú getur leitað og það allt fært yfir á leitað í nefnifalli, þágufalli, þolfalli og eignarfalli og í fleirtölu og gefur náttúrulega miklu betri leit þegar ég að leita að test og mér alveg þó komið fram tested þá það relevant fyrir mig og þetta svona stóru playernir í þessu eru Elasticsearch sem keyrir hún á Lucene sem Java forrit og eitthvað Blackmagic og svo annað sem heitir Algolia sem líka svona að koma og þetta til dæmis bæði eitthvað sem bara að vera ef við erum á Heroku þá getum við bara farið já, ég ætla að fá Elasticsearch, setti það upp svo bara eitthvað tutorial og á klukkutíma getum við bara farin að hendin í einhverju svona leitaþjónustur og farið að leita og það bara brilliant í staðan fyrir að vera að reyna að útfæra eitthvað svona kjánaleit eins og maður myndi gera annars en þannig að þá Postgres býr svo vel að það svona eitthvað svona pseudo full text index innifalinn bara í Postgres, bara eitthvað magic, ég veit ekki hvernig ég gera þetta en þar getum við notað þetta to-ts vektor sem býr þá til einhvern vektor úr orðunum nú eru þau kannski einhver í gervigreind eða eitthvað svona en ég mjög praktískur maður ég ekki svona, fer ekki mjög svona teorist út í þetta en þá einhvern veginn eitthvað orðavektor sem berður saman í eitthvað og þá eitthvað svona to-ts vektor þá segjum við að nota ensku
þá var þetta að sækja í raun einhverja aðra pakkafur með einhver önnur tungumál á CATS-frey-stálkinn og TS Query, queryaðu þetta á ensku út frá þessu hérna leitaróði. Og þá sama hérna, ef við viljum leita í öðrum dálk eða leitaði í first name aftur á ensku fyrir þetta hér. Þannig getum við tengt saman í raun margar queryur og keyrt eitthvað sem að leitar fyrir okkur. Þannig þá erum við búin að búa hérna til eitthvað query sem að leitar í þessu. Og hér í raun erum við bara með rátið okkar, const, sem að í raun tekur search queryið úr query-strengnum og sendir inn í þetta select og skilur okkur röðunum. Þannig að þetta gerir síðan ráð fyrir því að við séum að keyra sama gagnasett og í fyrirdæminu. Þannig að þá förum við hérna og keyrum svona og fáum ekkert af því að við erum ekki að leita neinu. Query, og search og integrated. Fylgjum við alla sem eru með integrated. Þá sjáum við að það er augljóslega verið að nota þetta að búa þetta til úr einhverju svona frekar einföldum reglum. Þannig að integrated kemur bara fyrir sem fyrsta. Og þá getum við prófað hérna integrate. Þá fáum við samt integrated. Web enabled í einhverju svona. Já, ok. En þannig erum við komið með leit sem að skilast hérna á, þá þetta hérna mjög relevant sko, hversu lengi erum við að leita og svarið kom til okkar á 23 millisekundum fyrir 1000. Þá spurning sko, ef við myndum uppaða þetta kannski 3 order of magnitude og fara upp í 100.000 eintök, þú veist, hvað er það þá? Er það ennþá undir 100 millisekundum? Þegar við erum farin að vera, þú veist, svörin frá gagningunum okkar farin að vera svona yfir 250 millisekundum, þá þurfum við að fara að skoða eitthvað. Þá það farið að vera svona limiting að þegar við síðan eftir að gera eitthvað aukvögnin og senda þetta til notanda, þannig þá erum við farin að lenda í kannski að vera svona 500 millisekundur að gera eitthvað hluti og þegar við komin yfir 500 millisekundur sem bakendi að skilja frá gögnum sem á eftir að senda frá sér gögnin og framvindin á eftir að taka þau og birta þau og þá getur það fara að telja ykkur kannski sekundu og þá þú veist, sekunda frá því ég biðum eitthvað þannig til ég fæði á skjáin farið að vera langur tími. Þannig að þetta skemmtilegt. Herri, tökum svona 10 mínútna pásu. Byrjum aftur 1 mínútu í 4.